hingað eru komin til mín Rósa Guðbjörnsdóttir og Jón Gnarr, verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir það. Einmitt ef við byrjum að tala um stöðu barna og eins og kannski komum nefnt fram í viðtalinu, við erum alltaf að taka ákvarðanir framtíð barna en þau eru sjaldan einhvern veginn með í öllu ferlinu. Já, það rétt. Það náttúrulega, samt eins og forsætisráðherra kom inn á, þá eru þau náttúrulega oft kölluð að borðinu hvað varðar þeirra hugmyndir. Þau innan sveitarfélagana eru starfrækt svo kölluð ungmennaráð, þar sem þau fá að koma einu sinni á ári kannski og segja sína skoðun og leggja fram tillögur sem sín áhuga mál eða mál sem þau vilja verði framgengt í bæjarfélaginu, en þau eru náttúrulega ekki að koma að ákvarðanatöku öðru slíku og eins og núna þegar í niðurskurði og svona þá er kannski ekki verið að leita til þeirra hvernig byrja að koma þeim málum. En við sáum að þau, eins og í síðustu viku, þá eru komið mörg hundruð unglingar saman bara í Hafnarfirði þar sem ég starfa á BÍ og voru einmitt að mótmæla því að fá ekki að taka þátt í ákvörðunum, en það er spurning svona hversu langt þetta á að ganga. En það ég myndi að segja að væri mikið verið að hlusta á krakkana og þeirra hugmyndir og tillögur lífið og tilhugurinn og hvernig hlutunum eigi að vera háttað. Það er fullt af svona barnalegum hlutum sem krakkar segja, sem kannski þess vegna sem líði margt tekið á þeim. Já, segja oft svona barnalega. Já, því að þau eru ekki svona alveg að tala svo fullorðna fólkið. Nákvæmlega. Það er ofta að segja hlutina einmitt bara á einlegan og skemmtilegan hátt, sko. Já, þeir koma svona kannski oft með svona aðra sína á þetta. Já. Í barnaskapnum. En þú, Jón, þú ert nú að fara að stofna þennan bestaflokk. Já, Bestaflokkin, já. Bestaflokkin, já. Ert þú með eitthvað svona sérstakt á þinni stefnuskrá gagnvart börnum? Nei, bestaflokknum er eiginlega alveg sama börn, vegna þess að börn hafa ekki kosningarétt. En börn eiga annað, þau hafa foreldra sem hafa kosningarétt. Þannig að okkur er ekki sama börn af því að þau eiga foreldra sem eru með kosningarétt. Þannig að við erum ekki með neitt ákveðið fyrir börn. Við erum með ókeypis í sund fyrir alla og börn líka. En það er til dæmis aðgerðaáætlun sem hefur verið lengi inn í kerfinu og hún dagar alltaf uppi stöðu barna. Það er ekki á ykkar stefnuskráin að koma þessar aðgerðaáætlun á framfæri og hlúa að börnunum. Besti flokkurinn vill bara það besta fyrir börn og við viljum bara að börn hafi það sem best. En áður við förum aðeins meira út í þennan flokk þinn, Jón, af því að og þetta er eiginlega bara tilviljun, þeir eru bæði rauðhærðir hjá mér í dag. Ég reyndar með kastaníubrúnt hár. Já, þú ert ekki rauðhærður. Nei, ég er ekki teknilega séð, nei. Er ég það með koparlitað eða hvernig? Já. Ef þetta kallast ekki rautt, ha? Þú ert nú ekki alveg rauðhærð, nei. Nei, en af því að það er þessi dagur í dag sem að mér skilst að sé, svona, ég veit það ekki, hefur haldið upp á sem dagur rauðhærð, en núna var þetta sko, fór hann svo eldri sinni Facebookina, sparka í rauðhærðardagurinn. Já, þetta er alveg makalust. Já, með ólíkindi þannig að við verðum að hvetja til eineltis. En ég veit að skólarnir brugðust mjög hratt og vel við. Ég veit til dæmis að þessum minn drengur 14 ára í skóla í Hafnarfirði að þá fengum við póstforeldrarnir núna bara í vikunni þar sem að við vorum hvettis að ræða þetta, hversu alvarlegt þetta væri við börnin okkar og undirbúa þau fyrir þennan dag í dag sem að, eins og þú segir, svo ótrúlega við til að vera að hvetja til eineltis og það er náttúrulega skelfilegt. Já. Besti flokkurinn er með mjög skýra stefnu í eineltismálum. Og hvað stefnir það? Við viljum að banna einelti. Banna einelti algjörlega. Og eitthvað viðlög við því? Það er náttúrulega mjög gott að geta gert það. Stefnumál. Og hvernig ætlaði að framfylgja því? Við þurfum ekkert að framfylgja því. Þetta var bara gegnsæ lög sem banna allt einelti. Og við höfum líka, erum með tillögur það að opna símatorg þar sem að fólk sem hefur orðið fyrir einelti eða gerendur í einelti geta hringt og talað við aðra gerendur og fórnarlömb í einelti. En segðu mér bara hans frá þessari hugmynd að stofna bestaflokkin, sko, hver er tilgangurinn með þessu öllu saman hjá þér? Tilgangurinn er í rauninni að koma mér í einhver almennilega vinnu. Ég alveg tala, Þetta er ágætis hugmynd hjá þér. Já, ég er ofboðslega langþreyttur á þessu harki. Ég er búinn að vera svona lausamennsku á harki. Fæ ég eitthvað að gera eftir jólin, fæ ég að leika í einhverju að gera eitthvað eða kemur auglýsing sem ég get leikið í eða eitthvað hann ég geti framfleytt mér. Ég er ekki með neina menntun,
Þannig að ég ákvaða að bara akkur ekki fara bara á þing og hafa það fínt þar. En þú ætlar að byrja í borginni? Já, það er bara stökkpallur. Við ætlum ekki að gera neitt, það er bara svona viðkomustæður. Og líka bara til að fá svona smá æfingu og svona kynnast þessu. Og þú stefnir alltaf borgarstjórinn, ekki? Ég stefnir borgarstjóran, jú. Mér langar til að verða borgarstjóri í Reykjavík og ég held að ég gæti orðið mjög góður borgarstjóri. Mér finnst mjög láta Rósa, hvernig, þú ætlar ekki að bjóða fram í Hafnarfirði Rósar í Hafnarfirði? Já, ég var náttúrulega alltaf fyrir mér, viltu ekki bjóða fram þar? Það verður nú mjög hressandi að fá þig og þína fylgisveina að fanga. Já, það getur náttúrulega verið að flokkurinn verði stofnaður í Hafnarfirði, ég útiloka það ekki, en ég er að stefna á borgarstjórastólinn. Góð laun og svona? Já. Góð laun og svona alls konar fríðindi sem að ég er mjög sólkin í. Eitthvað spes loforð? Ég lofa því að ef að ég verð kosinn borgarstjóri að þá mun ég beita mig fyrir því að gerð verði ný sería af fangavaktinni. Þetta er rosa flá stefnumál, en Rósa, ég veit að þú ert búin að vera í vikunni, þegar þú vinnur með félagi Krabbameinsins sjúkra barna. Ég formaði stjórnar. Já, og þið voru að taka móti þessari upphæð og nú að fara að byggja lítinn hetjulund, eða stóran hetjulund, svona hvíldarheimili fyrir krabbameinssjúk börn og aðstandendur. Já, þetta var mjög skemmtilegt að koma þessu í vikunni. Þetta er náttúrulega verkefni sem er búið að standa í allt sumar, sem að Góðgerðarfélagið á allra vörum stóð fyrir. Það er stöllur þar innan, það er ákveðið að styrkja þetta málefni þetta árið og ákveðið var að fara af stað með að selja gloss og safna fyrir hvíldarheimili fyrir krabbameinssjúk börn. Og svo var þessi landsöfnun í haust sem að gekk alveg ótrúlega vel. Það er augljóst að í kreppinu og öllu því tali að þá er þjóðin þá virkilega sýnir hún samhug þegar á þarf að halda og sameinast svo gott málefni eins og þarna er á ferð. Og það söfnuðust miklu peningar og við erum síðan söfnin átt í stað búin að vera að undirbúa byggingu þessa hvíldarheimilis og okkur voru líka gefnar, eða félaginu voru gefnar lóðir og vinna arkitekt og annara og núna semst búið að ákveða hvað þetta verður og komið frábær hugmynd teikning að yndislegu heimili fyrir Austanfjall. Þannig að þetta er alveg bara stór draumur og alveg frábært framtak. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. En ef við förum aðeins bara svona, ég veit ekki á handalöfum gegnum þessa viku, Jón, ég veit að þrátt fyrir að þú ætlar í pólitík að þá ertu ekkert mjög mikið svona fylgjast með fréttunum eða eitthvað. Nei, ég fylgist ekkert með fréttum. Nei, þú fylgist ekkert með fréttum? Ekki neitt. Og ef ég fylgist með þeim þá skil ég þær ekki. Og þú veist ekkert mjög mikið svona hver eru hvað í pólitíkinu? Nei, ég hef eiginlega bara ekki hugmynd. Hver er hvað? Og þetta var í alveg, því ég var að beða þig svona að fara yfir vikuna. Og var það ekkert svona sem að þú haustum svona sem að þú... Ekki skattarnir einu svona? Jú, það eru skattahækkanirnar og þetta höfum við tekið fyrir á fundum hjá Bestaflokknum og það er mikið af mínu stuðningsfólki sem hefur hringt í mig og sagt þetta er eitthvað sem við verðum að gera, Jón. Og þannig að ég settist niður með mínum samstarfsmönnum og við mótuðum stefnu í skattamálum og Bestiflokkurinn ætlar að lækka skatta. Það er skýr stefna Bestaflokksins. Við viljum að lækka skatta og jafnvel að ganga svo langt að leggja þá niður. Akkurat, og hvað þá að gera við svona, þú veist, velferðarþjónustuna og samneysluna? Bara reyna að gera það sem er best fyrir alla. Þannig að allir Íslendingar hafi það sem best og Íslendingar geti hist, slakað á, talað saman Bestaflokkinn og hvað sé best. Og allt það sem er best í heimi. Já. Þetta var fallegt markmið. Já, þetta er... Róslega einfalt og fallegt. Já, sannleikurinn er oft svo einfaldur. Já. En þú Rósa, þú fórst svona í vikuna, hvað fannst þér svona standa ykkur? Já, það er náttúrulega, það sem hefur verið mest í umræðinni svona í stjórnmálunum, það eru náttúrulega þessar skattabreitingar sem eru náttúrulega stórkostlegar og augljóst að eru verið að leggja mikla byrðar á einstaklinga og fyrirtæki í landinu sem að ég sem sjálfstæðismanneskja er náttúrulega mjög ósátt við og bara sem þegn í þessu landi. En er þetta ekki nauðsynlegt samt að fara í þetta? Ég meina það þarf bæði að skera niður og... Já, ég held að það sé bara, já, minn flokkur hefur nú lagt fram aðra tillögur sem að, Minn flokkur líka. Já, og sem að við aðhyllumst náttúrulega frekar, það er skattlagning á séreignarsparnaðinn, en sko,
Jú, auðvitað þarf tekjur, en ég held að sé verið að flækja skattkerfið mjög mikið og ekki nóg með það, þú veist, það verið að segja að sé verið að hlífa þeim lægst launuðu, en allir þessi neysluskattar sem að koma, ég held að fólki eftir að bregða mjög í brún, þetta náttúrulega fer bara beint út í verðlagið og ég held að þetta hafi bara mjög íþyngjandi áhrif á fyrirtæki, lítil sem smá, og það ekki það sem við þurfum á að halda núna og getur kannski gert það að verkum að verum lengur að koma okkur upp úr þessu en ella að fara þessa leið. Hvað finnst besta flokkurinn? Besti flokkurinn vill fá meira gegnsæi, bara í allt. En hvernig er þig? Þú ert kaldhæðin gagnvart raunverulega kannski þessu kerfi sem Ertu með þessum besta flokki einhvern veginn að þú ert að gera grín að þessu ríkjandi kerfi? Nei. Ekkert svoleiðis? Ég alls ekki, ekki gera grín af því beint, sko, en bara svona einhvern veginn að fá að vera með í því á mínum einum leiðinu sem ég kann einhvern veginn að vera með því, sko. Ég veit ekki hvað séreignarsparnaður sko. Þú veist, ég bara... En það einmitt gaman að segja, ég meina það þú veist, þótt að það séu niðurdreipandi þessar fréttir og vera að tala auknar álögur og byrðar og þetta sé allt svona en þá náttúrulega erum við líka að fá ýmsa góða fréttir sem náttúrulega frábært að líta til. Ég meina bara þessa dagana hefur verið að auglýsa, það margar verslanir nýjar að opna í verslunarmiðstöð og fólk þú veist, bara stofna lítil fyrirtæki og ýmislegt annað, þannig að fólk svo sannarlega ekki að gefast upp og það bjartsýni í landanum og við erum að komast mjög langt á því og það eitthvað sem drífur okkur áfram og það náttúrulega mikill bara kraftur í því sem á eftir að vera mjög mikilvægur. En ég veit ykkur bæði tvö, þið eru bæði áhugamenn í matargerð og þú meira þessi jarðvegsgerð. Já. Jón, þú ert mikið að búa til jarðveg. Já, í beinum og óbeinum skilningi þess orðs. Já, akkurat. En þú ert bara með svona moltutunnu út í garð, ekki? Jú, ég er með tunnu sem ég fekk hjá Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg afhendir fólki svona tunnur ef það sækist eftir þeim. Og í þessa tunnu setja allan úrgang úr. Þetta er mitt helsta áhugamál. Já, þú ert ekkert að grínast með það. Nei, ég veit það. Þetta er mitt helsta áhugamál. Og í þessa tunnu set ég nokkurn veginn allt nema járn og plast. Allt annað. Allan lífrænan úrgang. En hvað með, ertu sérfræðingur í svona jarðvegi eins og fyrir, ég hef svo mikið áhuga á grænmetisrækt og kartöflurækt og svona, ertu búin að sérhæfa eitthvað í því? Hvernig? Nei, ekki beint, sko. Ég hef ekkert verið mikið að rækta grænmeti. En ég veit það, jarðvegurinn sem ég geri, sem svo þegar dallurinn er búin að prósessera þetta, að þá opnar maður og þá bara svona eins og hrossaskítur í honum. Og þú dreifir þessu bara? Dreifir þessu. Trén í garðinum mínum löfgast 3 vikum áður en trén í næstu görðum. Það er satt. Rósa, að því bara tíminn er búinn og ég veit að þú ert þessi miklu áhugamann sem maður að gera og þú ert varst að gefa þessa bók. Já. Með alls konar skemmtilegum, svona einföldum uppskriftum. Þú ætlar eiginlega að gefa okkur svona eina óbærslega einfalda, bara en að því að tíminn er búinn á þessu, þú veist, ertu með okkur eina sem getur sagt mér á 5 sekúndum, kannski 10? Á 5 sekúndum? Kannski 10? Já, ég veit ekki, það er kannski það er einn sem er bara, nú þegar hann er mjög vinsælt að bókin hefur verið að koma í búð bara fyrir nokkrum dögum. Þú eiginlega bara að vísa í uppskriftina. Já, það til dæmis mexíkonsk lasagna sem byggir bara á hakki, tómati, lauk og tortiljaplötum. Já, svona í grunninn. Í grunninn, mjög einfalt og svona kannski gaman að gera föstudegi, svona þegar tíminn er lítill. Algjörlega. Herði, ég bara þakka okkur innlega fyrir komuna bæði tvö og gangi þér vel með bestaflokki, Jón. Já, þakka kærlega fyrir það og við þakkum fyrir. Já, takk kærlega fyrir. Og ég sé bara gaman að kynnast þér og þínu flokki. Já, takk sömuleiðis. Gaman að fá eitthvað meira ís á flóru. Já, kæra þakkir fyrir þetta. Takk.